Góðan daginn og velkomin í þátt númer 124 hér á YouTube-rásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnuóð. Í dag er mánudagurinn 15. nóvember 2021 og klukkan er 8. Í dag er það bara klárið, verkvinnslu, hvora döfinni, allt þetta hefðbundna. Ég held að það hafi ekki dottið í pokann. Það búið að vera svolítið skrýtnar síðustu 2 vikur síðan að ég sett út síðasta þátt. Ég tala kannski meira það eftir. En þannig að það svona, já. Og gerist ansi margt. Nú, ég var nú að byrja á því að þakka ykkur fyrir sem að splæstu á mig kaffibolla í á kófíreikningunum mínum. Bara kæra þakkir. Og ég taka hann fyrir neðan myndina. Vídeóið segi ég á YouTube-unni. Þannig að ef ykkur hefur áhuga á að splæsa á mig kaffibolla. Annars er mig að finna sem Helga A71 á Instagram og Raverly. Og svo er ég með like-síðu á Facebook sem er verkefnatöskur Helgu _sokkasnákar Helgu. Það er orðið fátt fína drætti, sérstaklega töskumegin, en eitthvað til að snákum. En ég reikna svo sem með að fara bara að loka þessari síðu. Það er bara ekkert ólíklegt. Ég er komin á fullt í að passa Valdísi fram á vor, flesta daga. Þannig að það verður lítill tími fyrir eitthvað svona auka. Þannig að það er bara sá tími sem ég fæ þegar ásæki, þegar hún er að leggja sig, þá er ég að prjóna eða hekla. Já, ég man nú eftir einu klári, ég ætla að stökkva ná í. Kannski bara byrja á því að tala það, en ég fékk mér svona demanta mynd sem var til í freistingasjoppunni á Selfossi. Mér fannst þetta svo ótrúlega krúttleg jólamynd að ég pantaði mér eina. Og svo á milli sem ég er að hugsa Valdísi og að prjóna og hekla og svona stúsa almennt, þá hef ég dottið í þetta og þetta er alveg rosalegt svona svaka breyk fyrir hausinn einhvern veginn. Ég hlusta bara góða sögu og svo er ég að gera svona, þessi er alveg fullklárið. Mér vantar bara ramma, ég er búin að panta mér 3 ár í viðbót og að ég gef svolítið líka af gjafakortum núna í jólagjöf. Þá datt mér í huga að ég þarf að fara suður í næstu viku og þá renn ég við í IKEA eða eitthvað staðar og sæki ramma og þá myndi fylgja svona mynd með gjafarbréfinu, bara svo að pakkin verður svona aðeins meira spennandi. En já, þetta er ótrúlega næs svona þess að róa önnum kafinn haus. Og já, þetta var bara kom skemmtilega óvart. Ég átti alveg slatta af svona myndum, pantaði fyrir mömmu mín á sínum tíma og hún svo sem náði aldrei að gera neitt nema að byrja á einni mynd. Svo var ein dama sem ég kannast við í Reykjavík sem er búin að vera glíma krabbamein frá því hún var bara smá barn og er, held ég, á 18 eða 19 í dag og er alltaf náttúrulega stöðugt í meðferðum og vesenni og hún var mjög mikið og er mikið í þessu og hún var eiginlega búin að gera allt það sem var til á landinu. Þannig að ég sendi henni þennan litla lager sem ég átti til þess að hafa
svo mamman geti haft meira ofan á fyrir henni og þannig að þá var ég sjálf sér ekki búin að prófa þetta almennilega og svo hef ég prófað þetta þá bara nýtt hobby. En þetta er nú svona eitthvað sem maður getur nú svo sem ekkert framleitt endalaust af nema að vera duglegur að gefa það frá sér. En það er bolli númer 2, búin á æfingu og Valdís er ekki hjá mér í dag. Það eru starfsdagar á leikskóla og skóla sem að mamma vinnur og svo pappinn er bara í fríi með grísina sína 3 og mamman fer í vinnu. Og svo er ég alltaf í frí á þriðjudögum sem er mjög næs. Þannig að þá þarf ég ekki að breyta neinu í sambandi við, ég fer alltaf í sjúkraþjálfun á þriðjudögum og þá þarf ég ekki að breyta því og það verður svona bara minn dagur. Og svo á hún langum og langafa sem eru mjög ung og og þau hlaupa í skarðið ef ég þarf að gera eitthvað á einhverjum öðrum dögum sem er mjög næs. Þannig að fyrrverandi tengdapabbi minn, hann var 9 ára og 17 ára þegar hann eignaðist barnsföður minn og barnsföður minn fékk dóttur okkar í tvítugsafmælisgjöf. Þannig að afinn var bara 37 þegar frumburðurinn minn eða okkar fæddist. En ætla nú ekki að vera að blaðra það, bara svo gaman að eiga svona unga langum og langafa sem er alveg á fullu ennþá og hafa gaman að því að vera með krílinn. Ég sá nýtt síðan hjá Hóhi Locatelli daginn og ég kolféll fyrir því og og læsti því á mig. Það heitir The Frank Shawl. Hér er svartvít léleg mynd af því en þetta er í svona þríhyrningum. 3 svona þríhyrningar og það eru 4 litir í því og ég fór bara í hillurnar mínar og fann 4 liti. Fyrstur er það litur A, heitir like Gold Mustard frá Dusty Dimples og hann er svona, þetta er svolítið yfirlýst, hann er meira svona karrígulur en það mjög yfirlýst og það eru, þetta er 75% merino og 25% nælon, 425 metrar í hespunni og síðan Fuel Morte, það er líka Dusty Dimples, sama innihaldslýsing og hann er svona á ljósum grunni og mikið, svolítið speklaður, ekkert mikið. Síðan er það hvað? Frida Fuse Mökkvos heitir þessi litur og þetta er 100% Superwash merino og það eru 400 metrar í 100 grammanum af því og lokum er það Cobblestone frá Red Stag sem er svona fallega grár með einhverjum bláum undirtón. Þetta er 75-25, 463 hjartar í 100 grammunum. Þess að geta á svipað frá Dusty Dimples. Þannig að svona er allir litirnir og þetta gefur á 3,75 og ég er með þetta á 3,75
og ég aðeins byrjuð. Og þetta mjög þægilegt prjón. Þetta bara garðaprjón, útaukningar, smá svona gatamunstur til að brjóta upp. Og þetta fyrsti G-strengurinn. Þannig að þetta eitthvað sem að fór af stað. Ég datt aðeins á hausinn, sko. Það var pínu uppfittunaræði en ekkert svakalegt. Og síðan, eina klárið, það Mía húfa. Ég gleymdi nú bara að byrja á því, það hefði átt að koma strax á eftir myndinni. Ég sýndi ykkur í síðasta þætti Míu húfu 1 og svo ég búin að gera aðra síðan. Af því hún var eiginlega aðeins svo stór sú og næstu gerði ég úr Baby Panda sem 100% merinóill frá Ráma og þetta litur 74 eða bara grár og svo ég með Súri alpakka með og ég gerði minnstu stærðina, þetta Mía eftir ömmu Loppu. Ég gerði minnstu stærðina, notaði sömu prjónastærð og í hinnum, það 2,5 og 3 mm. En þar sem að garnið pínu grófara en það sem ég gefið upp í uppskriftina, þá smellpassa á hana, þó þetta var minnsta stærðin. Ég setti ekki eyru á þessa húfu, ég hugsaði með mér að nota hana svona svolítið sem bara svefnhúfu hjá mér af því hún svo mjúk og svoleiðis og hún svitnar ekkert í henni. Hún ægilega hárprúð og með rosalega þétt hár þannig að hún svitnar auðveldlega. En í þessu, þetta bara og henni æði þegar ég klæði hana í hana. Þetta svo mjúkt. Þannig að þá ég búin að gera 2 svoleiðis húfur. Og það var eina prjóna klárið. Svo fitjaði ég upp á peysu. Nú ekkert komin eitthvað klikkað af stað, en ég sýndi ykkur örugglega í síðustu viku Riptide Blouse eftir Rocking Knitwear Popknit og hún svona stuttararmar, köðlum, móher og ég að nota bara flóru. Ég fór aftur í hillurnar hjá mér. Ég að nota flóru frá Drops. Hvítan, svona off-white nr. 1 og Kid Silk frá Drops líka, litur 1. Og ég alveg byrjuð á stroffinu. En þetta prjónað á, með stroffið á 3 mm og bólurinn svo 3,5 ég bæði með 3,5 og 4. Man nú ekkert út af hverju. Það gefi upp 3 og 4 mm hringbrjónar og svo 3,5 mm stakaprjóna. Ég náttúrulega ger bara magic loop þegar það kemur í ljós hvað ég að fara að gera með þessu. Þannig að þetta nýtt uppfyllt, en svo sem var alveg komið inn í á to-do listan. Svo var
Ég svolítið handla með eftir þessa æfingu í morgun. Síðan sá ég hérna svona Granny Square jakkapeysu sem að mér búið að langa svolítið að hekla með svona peysu, en ég var alveg með ákveðnar hugmyndir hvernig hún ætti að vera og ég fann hana. Hún heitir Ariana, þannig hún bara á Ravelry og hún náttúrulega svarthvít. Held hún sé frí, ég samt þori ekki alveg að segja til það. Ég með, það eru gefnir upp bara einhverjir 4 litir í henni, en ég með alls konar og ég búin að gera 2 dúllur. Það verða ekkert endilega allar eins. Ég með niðurskrifa hvað mikið af hverjum lit. Ég alveg með slatta af litum. Ég með þetta í 2 pokum. Þetta heklunál númer 4 mm heklunál og þetta garn ég búin að prjóna eina peysu úr þessu og þetta frá Aslan Trends, Natural Luxury Yarn, heitir Del Cerro og það eru 50 g í hespunni sem eru cirka 115 metrar og þetta er 100% mernál. Þetta er aðeins grófara en það sem ég gefið upp í uppskriftinni, en samt valla, það munar einhverjum bara örfáum metrum. En ég með stærðina sem ég þarf og þá ég svona pínu yarn chicken, en af því það eru prjónaðir allir listarnir á peysunni að þá get ég alveg reddað mig með einhverju öðru, þú veist, ef ég verð alveg lens, svo getur vel verið, ég veit það ekki, ég get náttúrulega að byrja að setja hana svolítið saman jafn óðum þegar ég kom með nokkrar dúllur og sé þá betur hvernig fram vindur. En já, þetta sérst, já, hér hinn pokkinn fullur af hespum líka. Ég svona fyrst að byrja að nota bara þessa hnykla sem voru klárir og svo bara vindi ég upp eftir þörfum. Nú síðan hún Hrafntinna mín, elsta barnabarnið sem alveg að verða 6 ára. Ég gerði fyrir hana teppi, ekki fyrir 2 árum, heklaði teppi hendinni. Það var bara svona lítill, ekkert spesill, en hún tók svakalega ástfóstri við þetta. Hún sefur með þetta allar nætur og dröslar svo með sér ef hún að gista eitthvað starf annar staðar og ef það er kósí kvöld þá alltaf teppið með. Og ég átti slatta á þeim þá eftir af garninu, þetta er akrílgarn og þau eru með hunda þannig að það þarf að þvo oft svona. Og ég hugsaði með mér, hún svo stór að þessi teppalufsa sem hún á, hún bara að verða að kotta hjá henni líka við stærðin. Þannig ég ákvaða að gera hendinni svona stórstelpu teppi. Og þetta er bara mjög einfalt. Ég með 2-falt bandið heklunál, 5 mm heklunál og ég, þetta er bara Baby frá King Cole, pantaði þetta Woolwarehouse ekkert tímann. Það eru 100 g í hespunni, 400 metrar, 100% premium akríl og það má þvo þetta í vél. Og ég alltaf með gulan þráð í gegnum allt teppið og svo skipti ég litum eftir sem að þeir klárast. Nema núna ég með hvítan í staðinn fyrir gulan því ég átti einn auka hvítan og til þess að ná almennilegri lengd að þá hann svona cirka við miðju, kannski tæplega miðju, þar sem hann endar.
Ég næ ekki að vera búin með þetta fyrir hún verður 6 ára 20. En hún fær þetta bara fljótlega eftir afmæli. Þá þetta svona aðeins stærra. Með minnir þetta sé cirka 1,20 breidd og vonandi næ ég að hafa svona kannski 1,50 á lengdina. Þannig að þetta fór óvart af stað. Þess að gaf okkur. Svo sjáum við nú hérna í stól sem ég var að taka í gegn líka. Ég málaði hann. Þetta var grár IKEA stóll og það var leiðinda blettur hérna á hnakkasvæðinu og ég nefnilega fer í nudd aðra hverja viku og ég reyndar hjá nýja nuddaranum þá ég ekki að díla við þetta en hjá þessi ég var hjá áður þá var olían mjög þaulsetin í manni einhvern veginn og það var bara komið fastur blettur hérna í hnakkasvæðið og ég var búin að reyna öll ráðin undir sólinni við að ná því úr og það gekk ekki. Ég var að spája hendunum en ég tímdi því alls ekki af því mér finnst svo gott að sitja í honum. Og svo var ég búin að spá hvað ég geti gert. Myndi ég alltaf eftir því að fyrir nokkuð mörgum árum síðan þá málaði ég borðstofusett sem við áttum þá. Og það var mjög blettóttir stólarnir og ég nefndi ekki, eða þú veist, ákvað bara að prófa að mála það eftir ákveðinni uppskrift og gerði það. Og það endist ótrúlega vel. Þannig að ég ákvað bara að kýla það saman með þessu. Ég ætlaði að nota svona fusion lit úr vefverslunni svo margt fallegt.is en þú veist það rándýrt kostar 4.600 kall 500 millilitrar sem alveg bara myndi endast á möblu, trémöblu eða svoleiðis en ekki á efni og það hefði orðið ódýrara að kaupa nýjan stól ef ég hefði haldið áfram að nota hana þannig ég fór bara að keypti mér lítur af akrílmálingu og lét blanda þennan lit og svo nota maður svona pólífillu. Þegar ég gerði þetta fyrst þá notaði ég Plaster of Paris sem líka pólífilla bara ennþá fínni en ég bara fékk það ekki hér þannig að ég notaði bara svona venjulega þurra pólífillu og svo þetta blandað eftir ákveðnum hlutföllum og bara haft mjög þunnt og borið á efnið í nokkuð mörgum umferðum púsað á milli með svona mjúkum sandpappír sem ég fékk hérna hjá svo margt fallegt sem var alveg geggjaður og mikið þægilegra að vinna með hann heldur en með venjulegan sandpappír og og svo þegar þetta var allt orðið vel þurrt og mettaði það þá bar ég yfir vax og nuddaði það vel oní og tók allt umframvax af og leiði hún svo standa alveg í 5 daga eða eitthvað áður en það var sest í hann og meðan það var alltaf að taka sig. Þannig að efnið svolítið stífara en það var en þú veist bara geggjað að geta bjargað hann svona. Þannig ég rosa ánægð með hann, hann endurheimta prjónastólinn. Þannig að þetta var eitt verkefni sem ég gerði síðan sáum síðast. Svo hún Linda vinkona að skella mjög skemmtilegt, búin að skella skemmtilegt samprjón þar sem maður að nýta gatnið úr sjölónu sínum, alveg saman hvaða sjal það og hvað þú gerir í rauninni bara annarkvort að sé eitthvað svona tenging við sjalið sem þú ert að vinna með. Og ég ákvað að nota gatnið sem var afgangs af leyniprjónssjalinu hjá Stíven núna síðast. Það silki og jakki í þessu og ég ákvað að hafa það tvöfalt. Þetta verður svona geggjaði kósí sokkar. Og ég ákvað bara að hafa þá mjög einfalda, röndótta. Flytja upp 56 lykkjur á 3 mm prjóna. Svo þegar ég var komin yfir hælinn þá fækkaði ég alveg niður í 52 lykkjur. Og ég byrja bara með, man ekki hvað voru margar umferðir í stroffinu, svo bara 10, 9, 8, 7, 6, 5, 6,
hællinn og svo 5, 4, 3, 2, 1 og svo fór ég bara stækkandi aftur. Og ég skrifaði þetta allt niður svo ég var ekkert í vandræðum þegar ég byrja á hinum sóknum. Og ég gerði nýjan hæl sem að Keith Jones var að koma með og á eftir að prófa hann, en hann var mjög fljótgerður og þægilegur. Svo var ég prófaði ég að fela endana jafnóðum, en ég er ekki alveg nógu ánægð með það, þannig að ég ætla að losa það upp og fela á öðruvísi. Ég faldi það á hefðbundna mátan hér neðst og ég fíla það mikið betur. Þannig að ég ætla að dunda mig við að losa upp og ganga betur frá þessu. En ég er bara búin með einn, en það er líka alltaf leið. Eins og ég segi, ég skrifaði niður alveg vísindalega hérna í grömmum og ég veit ekki hvað. Það eru 15 umferðir í strófinu og 3 mm prjónar og síðan ákvað ég að vigta ganni hvað færi líka í þetta og svona aðeins að nöllast. Bara líka til þess að vera fullviss að það er nóg í hinn sokkinn. Sumir litirnir munu klárast alveg en það verður eitthvað eftir af öðrum. Og það er hérna í fallegu töskunum minni sem er samvinnuverkefni hjá Stephen og Hóhi Locatelli. Elskar bóka. Westnitz og Hóhi. Síðan fékk ég að því ég tók að mér að gera pröfuna og gera sínusvatn í Hyper Knitting bókina nr. 2 hjá Stephen West. Þá vaknaði ég við glaðning einn morguninn að það var komið inn á Ravelry hjá mér að það væri búið að gefa út þessa bók og ég bara snarféll fyrir einu verkefni þarna og það var rosalegt ástand hérna í bæjarfélaginu. Það eins og þeir sem fylgist með fréttum þá kom upp risasmit hérna á skaganum, COVID-smit, og bara bærinn bara fór í shutdown í viku. Það var bara læðist með veggjum hérna til þess að bregðast nógu vel við þessu. Og mann bregður rosalega, þetta kemur svona nálægt mann einhvern veginn og allt í einu þekkti maður alveg fullt af fólki sem var með COVID. Þetta var bara mjög skrítið og maður var eitthvað svona pínu lítill og aumur í sig og þá er nú alveg dásamt að sjá að það væri komið eitthvað nýtt fyrir mann að dunda við. Og ég gerði Fantastic sjalið úr svona afgöngum einu svona fella nýþvegja á mér hári, ég er við klippingu volandi og og Stephen er náttúrulega búinn að breyta því í teppi og ég á alveg ógeðslega mikið af Westwool, bæði fingering og DK og þetta gefið upp samt fyrir DK-ið en ég bara þegar ég er að nota fingering þá nota ég bara mohair með og ég fitjaði upp í einn trilling Fantastic og ég er alveg með bara held ég alla litina sem að líka eru til hjá Stephen í þessu og þetta er bara geggja skemmtilegt. Náttúrulega verða orðnar alveg sturla margar lykkjur á prjónum þegar yfir lýkur en það er alltaf, það bara fylgir því þegar maður gerir svona teppi og þetta er hringlótt og ég ætla að gera stærrina. Og ég er að nota svolítið til skiptis hérna DK, hérna svo fingering með mohair, DK, fingering með mohair, DK, fingering með mohair, DK og síðan er fingering með mohair og svo er komið núna svona stærra stykki sem að víxlast, þannig að hér verður stærra stykki með fingering og mohair í staðan fyrir, þetta hefur alltaf verið DK henni í stóru pörtum og þetta er hérna þetta er reyndar DK karvan sem að
hérna, já, minna í rauninni af DK-garninu og ég er að bæða nota Glow móheri frá Westnitz og svo bara alls konar, þú veist, ég á alveg fullt af ágöngum af móheri og fingering Westwool. Ég veit ekki hvað að með þessa teppa áráttu mína, en alltaf bara go with it. Og svo ég náttúrulega með risa heklaða hjónarúmsteppi sem býður og það annað að gerjast í hausnum á mér og stopp nú. En já, þannig að þetta það sem í vinnslu í dag. Og já, eins og ég var að segja, það kom svona skellur. Kom smitt eftir karaoke partí á skemmtistað og bara, já, skagamenn brugðust mjög hratt við. Strax á þriðjudeginum þá var bara fullt af fólki með búið að setja grímurnar, ekki fína skrjáa. Það er svo ógeðslega þurr á höndunum, ég verð að græja. Þetta er skemmtilegt. Já, já, þannig að það var bara brugðist hratt við. Síðan var ákveðið undir lok þeirra viku að loka öllum leikskólum og grunnskólum og framhaldsskólanum til þess að ná betur utan þetta. Það kom líka upp smitt í leikskólanum sem að Hilmir í og þannig að það var alveg full ástæða til þess að vanda sig. Og síðan, já, þetta bara niðurleið loksins og enginn eftir því sem best veit orðið það veikur að viðkomandi hafi þurft að fara á sjúkrahús. Það reyndar barnið á leikskólanum var mjög veikt og móðurinn líka, en það slapp samt til. Síðan á fimmtudaginn síðasta þá svona alltaf að komast í bara sitt eðlilega horf þá kemur upp mögulegt smitt í vinnuna hjá manninu mínum, þannig að við vorum svona í stellingum við að fara í smittgát, en svo sem betur fer þá hafði það verið falskt jákvætt hjá þeim einstakling, þannig að þess þurfti ekki, svo maður gat hafið þessa viku nokkuð rólegar að það sé ekkert í okkar nánasta umhverfi í gangi. En þetta varð til þess að ég bara í einhverju eigin vorkunn fór að fitja upp á hinu þessu, notaði það sem afsökun og það líka bara alltaf, það má alveg. En ég að nutta á mig handabörði sem frá fyrirtæki sem heitir The Edinburgh Natural Skincare Co. Og þetta handgert í Skotlandi og þetta bara lang besti handáburður sem ég hef nokkuð tímann prófað. Og ég panta mér þetta bara hiklaust þaðan. Þá þetta kosti svolítið, ég panta 6 dósir í einu og með þetta í prjónatöskunum mínum og þetta svona eins og sápustykki og maður nuttar þessu á sig og það hægt að fá þetta lyktarlaust, það heitir Baby I love you og það engin lykt af því. Svo í gylltri dós sem svona hunangs sítruslykt og þetta rósút og svo einhver önnur lykt líka til í viðbót. En þessi líka mjög svona mild og góð, pínu svona möski lykt af því. Þannig að þegar maður að lyfta mikið og æfa mikið þá fær maður svona sigg í lófana og það fer ekkert endilega rosa vel með garninu. Þannig að ég þarf að vera dugleg að bera á mig áður en ég að fara að vinna með garnið.
Nú svo tók okkur til í gær og bara hendum jólaskrautinu upp. Ég viku seinna en ég var í fyrra var ég svo spennt að þetta var náttúrulega, ég var að skreyta henni í fyrsta skipti en svo bara ákvað ég að nota helgina í að þrífa vel og skreyta og þá bara eftir að ég fórnaði reyndar jólatrénu okkar í pínu verkefni og okkur langaði svo að setja eitthvað upp á bílskúrinn til þess að svona geta horft á út okkar eldhúsglugga. Svo við áttum eldgamalt gervi jólatré og við bara þrælfestum það saman með blómavír og Helgi fiffaði eitthvað stand fyrir það þannig að það stendur núna með jólaljósum upp á bílskúrstaki hjá okkur. Svo erum við bara að bíða eftir seríum til þess að sitja hérna meira úti. Kemur vonandi bara næstu dögum. Þannig að þá er orðið jóló líka úti. Það er alveg svakalega dimmt orðið allt í einu. Þannig að þá er voða gott að henda ljósum upp og gera kósí. Þannig að þá er það bara, og líka þegar maður á mikið af svona fallegu, eða ekkert mikið en á fallegt jólaskraut, þá finnst mér voða gaman að leyfa því að vera í, já ég meina kannski nær þetta 6 vikum, max 8 á ári og þetta er líka bara svona ágætis tildekt að bæði þegar maður skreytir og þegar maður tekur það niður. Þannig að það er allt orðið klárt og síðan er náttúrulega bara, við áttum að vera að fara á Kardímónubæinn með Hrafntinu en frestuðum því út af þessu öll saman. Vonandi fyrir að ég held að sé fyrsta skipti sem við frestum en Þjóðleikhúsið var búið að fresta okkur 4 sinnum á undan þannig að þetta fer að koma. Ég held að sé ekkert sérstakt meira hjá mér. Ég næst þegar ég tek upp þá verður það nú mögulega bara á þriðjudegi þegar ég er í fríi frá skottunni eftir þá rétt rúmar 2 vikur og og ég reynir bara að vera dugleg í millitíðinni svo að það sjáist einhver afköst. Ég held að ég voru tímabært að hella upp á meira kaffi og fara að gera eitthvað skemmtilegt. En allavega, ég bara að þakka kærlega fyrir í dag, óska góðra og gleðilegra handavinnu vikna og við sjáumst síðar. Takk fyrir og bless bless.